Í þessu myndbandi ætlum við að skoða hvernig þekking og stærðfræði eins og ákvæðum, hringum og línujöfnum er ekki bara bóklegt nám, heldur verkfæri sem fólk notar á hverjum degi í vinnunni. Við skoðum 3 raunveruleg störf þar sem þessi stærðfræði er mikið notuð. Það er verkfræðingur, vélahönnuður og landmælingamaður. Við sýnum hvernig þau nota stærðfræði til að byggja örugg mannvirki, hanna nákvæmar vélar og leggja beinar og réttar línur yfir landslag. Þú munt einnig sjá raunveruleg dæmi með útreikningum þannig að þú fær betri skilning á hvers vegna hún skiptir máli. Verkfræðingur í byggingarhönnun. Í byggingaverkfræði skiptir miklu máli að skilja hvernig kraftar hafa áhrif á byggingar og hvort það verði stöðugar. Þegar við erum með kerfi sem lýsa álagi í burðarvirkjum, notum við stærðfræði til að lesa jöfnunhneppi og þar kemur ákveða eða determinant við sögu. Með ákveðu getum við skoðað hvort jöfnu kerfi eins og það sem lýsir tog- og þrýstikrafti í stoð eða bita. Ég ætla að sýna hvernig verkfræðingar í byggingahönnun gætu notað stærðfræðina úr kafla 4 úr bókinni, ákveðu. Og hérna er dæmið, eða vandamálið. Í burðarvirki þarf að reikna út flatarmál sem myndast af 2 kraftvigrum. Þessi viguflatarmál hjálpa að ákveða snúningsáhrif og jafnvægi í stoðkerfi. Og ég ætla að nota ákveðu til að reikna flatarmál sem myndast af vigrunum A jafnt og 3 yfir -1 og B jafnt og 2 yfir 4. Og förum bara í dæmið. Það er þá det jafnt og 3 mínus 1. Það er það bara fyrir vigurinn hérna. Og síðan 2, 4, seinni vigurinn. Og síðan er það að margfelda í kross, svona hérna niður og hérna upp og mínusa það á milli. Þannig byrjum á 3 sinnum 4, 3 sinnum 4 og síðan mínus 1 sinnum 2 og þá er það jafnt og 14. Í vélahönnun eru nákvæmni og hreyfanleiki allt. Þú þarft að tryggja að hlutir snúist rétt, passi inn í aðra og að engin bil eða snerting sé utan marka. Hringlaga hlutir eins og legur, stimplar, öxlar og gírar eru alls ráðandi í vélum. Til að sannreyna hvort punktur sé innan eða á ákveðnu hringlaga svæði notum við jöfnu hrings sem segir til allar staðsetningar í fastri fjarlægð frá ákveðinni miðju. Hönnuðir nota þessa jöfnu til að sjá hvort hlutir passi saman, til dæmis hvort öxull passar í legu á núnings eða lausleika og það skiptir máli fyrir gæði, öryggi og endingu véla. Núna ætla ég að sýna hvernig vélhönnuður gæti notað stærðfræðina úr kafla 5 úr bókinni sem er þá jöfnarhrings. Og þetta er vandamálið sem kemur upp. Það er verið að hanna legu sem á að hýsa snúningsás. Legan hefur radíus 5 cm og miðjan í 4,2. Þú þarft að vita að öxullinn sem er staðsettur í punktinum 7,6 passi nákvæmlega inn í opið. Og þetta hérna er jafnarhrings miðað við hvar legan er staðsett, þá er bara 25 radíusinn í öðru veldi, þannig 5 í öðru veldi og hérna sérðu 4 og 2 og þá myndum við bara setja inn punktinn 7,6 inn í þessa jöfnu og þá væri það svona. Og þetta myndi verða þá
jafnt og bara 3 í öðru, 4 í öðru, vera 9 pluss 16 með jafnt og 25. Og þá vitum við að öxullinn passar nákvæmlega inn í leguna því að það fær 25 út úr jöfnunni, eða út úr dæminu, sem er það sama hér. Landmælingamaður eða vegagerðarverkfræðingur. Í vegagerð og landmælingum er algengt að vinna með beina línu til að marka land, teikna út línu fyrir stiga og götur. Til þess notum við almenna jöfnulínu. Þetta er einföld en sígild leið til að lýsa beinum línum. Hægt er að reikna út hvort ákveðinn punktur, til dæmis staðsetning, vegamót eða geringar, liggi á línunni eða hve langt frá línunni hann er. Þetta getur skipt máli í framkvæmd. Ef punktur sem á að vera á línu fellur ekki þar, þá getur verið rangt mælt, hönnunargalli eða villa í útfærslu. Nú ætlum við að sýna hvernig landmælingamaður eða vegaverkfræðingur myndi nota stærðfræðina úr kafla 6 í bókinni og það er þá almenn jafna línu. Vandamálið er þetta. Þú ert að leggja veg á milli 2 punkta á mælikorti. Lína sem vegurinn á að fylgja hefur jöfnuna 3x mínus 4y pluss 12 jafnt og 0. Og þú fær nýtt GPS hnit frá framkvæmdasvæðinu sem er 0,3 og þú ert að staðfesta hvort þessi punktur liggi á línunni. Og við skulum bara fara í það. Þá setur við bara 3 sinnum 0 mínus 4 sinnum 3 pluss 12 og það myndi að vera jafnt og 0 mínus 12 pluss 12 og það verði jafnt og 0. Það staðfesta að þessi punktur myndi vera á línunni.